Nú ætla ég að rúlla yfir nokkur dæmi á blaðsíðu 96. Hér erum við með Sigga og Gunnu. Siggi með 350.000 á mánuði, Gunna með 410. Það er spurt í A-liðnum hversu mörgum prósentum er kaup Gunnu hærra en kaup Sigga. Þarna er við að tala um hvað er hærra og þá setjum við hærra verðið fyrir ofan strik. Þetta er í raun bara hluti deilt með heild. Við gætum fundið mismuninn sem er 60.000 og sagt 60.000 hluti deilt með heild. 60.000 deilt með 350 því það verður að spyrja um hærra en Sigga. Það er þá heildin. 60.000 deilt með 350.000 eða sagt bara strax 410.000 deilt með 350.000. Hér fæ ég 1, eitthvað því að þetta er í raun, hérna fæ ég breytiþáttinn og ég fæ 1,1714. Hér fæ ég strax 0,1714. Bæði gefur mér prósentu sem er 17,14%. Skiptir engu máli hvora leiðina ég fer að fara. Þessa leið er í raun fljótlegra því að hér þarf ég að framkvæma fyrst frádráttinn. Vill bara til í þessu dæmi, hann er einfaldur og hægt að reikna hann auðveldlega í huganum. Það er ekkert alltaf. Þannig að þetta er svona fljótlegri leið. Og í hina áttina þá er raun snúið þessu bara við. 350.000 deilt í 410.000 og við fáum út 0,8537. Það segir okkur ekki að þetta sé 85% lægra, heldur það sem vantar upp á 100%. Hvað er þetta búið að lækka mikið? Því þetta er breytiþátturinn eins og áðan. Þá þurfum við að gera í raun 100 mínus 85,37 og þá fáum við 14,63%. Hér er bók sem kostar 2.659 með 7% vaski. Hvað kostar hún án vasks? Ef við vissum, við skulum segja að verðið án vasks er x og þá segjum við sinnum 1,07 er það ekki til þess að bæta 7% á, þá fengum við út 2.659, deilum 1,07 báðum megin, styttist út hérna megin, x sem er verðið án vasks er jafnt og það er bara 2.659 deilt með 1,07 og út úr þessu fáum við svo mikið sem 2.485. Hvað er vaskurinn þá stór hlut af heildarverðinu? Jú, þá þurfum við að vita hver vaskurinn er í krónum og þá gerum við 2.485 verðið án vasks sinnum 0,07 sem er bara tugabróti fyrir 7%. Út úr þessu fáum við svo mikið sem 173,95 og það er þá hlutinn. Svo er þetta bara hluti deilt með heild. Deilt með 2.659. Það er spurt af heildarverðinu, þess vegna nota ég þetta verð en ekki hitt verðið. Út úr þessu fæ ég 0,0654 sem gefur mér 6,54%. Samskonar dæmi, hvað er 25% vaskur stór hlut af heildarverðinu? Hér er ekkert heildarverð, þannig ég verð að búa það til. Skulum segja að vara kosti 100 krónur án vasks. Þannig að með vask þá segjum við sinnum 1,25. Hún kostar þá 125. Og hér er þetta bara hugareikningur að sjá að vaskurinn er 25 krónur. Þannig að 25 deilt í heildarverði með vask sem er 125. Þetta er 1,50 eða 0,2 eða 20%. Þegar að dæmið er ekki með neinu verði, þá verður bara búið það til. Ég hef alveg geta sett inn 10 eða 1000 eða 38 eða hvaða tölu sem er. Fæ alltaf sömu prósentu. Þá er þessu lokið.